Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 60 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem ég geti vonandi náð að tala í stuttan tíma. En þetta að sjálfsögðu bölvunin mín að ég segi þetta og það rætist aldrei. En mig langar þá kannski frekar bara hreinlega að nefna þetta sem hugmynd þannig að þið getið pælt í þessu í eigin máli. Það að segja á ykkar máli. Og þá tekið eftir þessu og pælt í þessu á íslensku líka. Því þetta eitthvað sem gerist í öllum málum og kannski meira viðfangsefni tungumál yfir höfuð og ekki endilega málfræði en tungumálin sjálf og hvernig manneskjur upplifa og lýsa heiminum heldur en að þetta snúist bara íslensku. Ég að taka þennan þátt upp mjög seint í vikunni. Ég var að reyna að láta röddina mína batna en ég búin að vera veikur nokkuð lengi núna og ég get ekki seinkað þessari upptöku meir en þetta, þannig að þið fáið mig í þessu formi í þessari viku og ég biðst afsökunar á því að ég hljómi ekki betur en þetta. Þið getið þá allavega talið ykkur heppin að ég get ekki smitað ykkur í gegnum þetta hljóðform. Þannig að þið eruð allavega óhult. You're safe. Þó að ég hljómi svona í eyrum ykkar. En allavega, viðfangsefnið það hvernig við náum að útskýra hið óskiljanlega og hvernig við förum næstum því í galdratal og notum orðtengd göldrum til þess að ná að nefna hugmyndir og viðfangsefni sem eru svo flókin að við gætum ekki útskýrt þau sjálf þó að við njótum gagns af þeim og þá þessum hlutum á hverjum einasta degi. Þessi fyrirbæri sem eru svona flókin að við getum ekki lýst þeim nema með því að tala þau í einhverju galdratali eru helst tæknitengd atriði, tæknitengd fyrirbæri og þá eitthvað sem hefur kannski komið á síðustu öld og jafnvel síðustu áratugum. Tíminn líður hratt á gervihnattaöld. Þessi setning fyrsta sungna línan í fyrsta Eurovision laginu sem Ísland sendi í keppnina og síðan þá mjög sterk og þekkt popkultúr vísun, reference, á íslensku. Hún þýðist sem Time passes fast in the age of satellites. Ég spyr þig snögglega, veist þú hvað satellite þýðir í alvörunni á ensku? Því ég get sagt þér hvað gervihnöttur þýðir. En ég geti kannski ekki sagt þér hvernig hann virkar. Gervihnöttur þýðist sem false globe. Þannig að þetta eins konar hnöttur, eins konar pláneta sem við sendum út í heim
Og fyrir okkur þá lætur þessi hlutur eins og hnöttur, eins og pláneta þegar hann kominn út í geim af því hann snýst í kringum alla jörðina. Þyngdarafl jarðarinnar heldur einhvers konar taki á þessum diski, á þessum hnetti, þó að hann sé úti í geim. Snýst í kringum alla jörðina eins og tunglið okkar. Þannig við getum alveg kallað þetta hnött. Eða ekki kannski alvöru hnött, gervi hnött. False globe. Pælum aðeins í línunni í laginu og setjum það í sögulegt samhengi, því jú, vissulega gervi hnettir voru búnir að vera viðvarandi nýr hlutur í einhverja áratugu á þessum tímapunkti. Ég man ekki hvaða ár Sputnik var sendur út í geim og hræddi stóran hluta heimsins því enginn vissi hvað þetta var. En það var eins og þessi kynslóð sem að lifði á þessum tíma upp úr seinni heimsstyrjöld var að upplifa nýjan hlut sem þeim hafði aldrei dottið í hug að það væri hægt að upplifa ár eftir ár, næstum því. Að tíminn líður vissulega hratt. Fólkið sem að var farið að venjast nýjum göldrum sem að höfðu verið settir inn á hvert heimili á þessum tímapunkti sem 50 til 100 árum fyrr voru beinlínis galdrar sem að við þurftum að reyna að einfalda fyrir okkur með því að kalla það eftir þræðinum, það er að segja málmþræðinum sem tengdi eitt hús við annað. Og Íslendingar notuðu þá orðið sími á meðan englendingarnir eða enskumælandi heimurinn notaði the telephone, tele meaning or referring to the distance and phone referring to the sound. Þá þurftum við ekki lengur á þessum tíma á sjálfum þræðinum, á bókstaflegum símanum að halda til þess að geta verið í samskiptum við hvort annað yfir langar vegalengdir. Allt í einu þurftum við ekki að vera bókstaflega tengd og við gátum þá farið með síman. Farsímar fóru að verða til þetta leyti árið 1986. En það er ekki eina framþróunin sem verður í tækni á þessum tíma, því við förum að finna upp flókna í rauninni vasareikna og flókin tæki sem að ná með rafmagni að búa til útreikninga og hugsa hraðar en við með mjög einföldu kerfi sem að var annarkvort já eða nei merki og með því að þræða mörg já eða nei eða 0 og 1 saman þá gátum við táknað eins og bókstafi, táknað upplýsingar og við gátum sendt þessi 0 og 1 merki á millistaða á mjög skilvirkan máta þó það hafi verið erfitt í byrjun. En við náðum þá að búa til það sem á íslensku heitir tölva og á ensku heitir computer. Fæstir geta útskýrt í alvörunni hvernig tölvur virka og ef að þú værir einhvern veginn sendur aftur til steinaldarinnar eða jafnvel bara til einhvers snillings á miðöldum, segjum að þú hittir Leonardo da Vinci af því þú varst sendur aftur í tíman og þú getur sagt honum frá öllum snilldar hlutunum frá nútímanum
sem að hann geti fundið upp þarna og við getum verið komin ennþá lengra í framtíðina af því að við gátum gefið okkur sjálfum uppskriftir og þá, einmitt, fólki eins og Leonardo da Vinci uppskriftir af því hvernig framtíðin mun virka. Þú getur ekki sagt honum hvernig tölva virkar af því að þú líklega skilur það ekki sjálfur. En þú notar hana. Flest okkar notum tölvur á hverjum degi. Þannig að við þurfum að geta talað um það. Og þó að íslenskan reynir sitt besta að vera sjálfskýrandi mál. Það er að segja að ef að við eigum nýja flókna hugmynd sem við þurfum að lýsa og þá kannski mjög sérhæfða hugmynd til að lýsa, þá búum við bara til flókið orð með því að setja fullt af einföldum orðum saman. Stutt einfalt dæmi væri að vera kennari. En þú ert ekki bara kennari, þú kennir í skóla. Þú ert skólakennari. Og hvernig skóla? Jú, þetta er ekki grunnskólakennari, heldur háskólakennari. Það var að koma með 3 orð saman til þess að þrengja merkingu sjálfs orðsins. Hvaða orð getum við notað til þess að skýra það sem tölva gerir? Við komumst að því að það er eiginlega ekki hægt. Þetta eru of miklir galdrar. En ég er búin að segja orðið mjög oft núna í þessum þætti. Hvað er tölva? Orðið tölva var búið til og náði vinsældum á íslenskunni og það er búið til úr 2 orðum. Það er tala, sem að þú þekkir sem orðið fyrir number, og völva. Nú vona ég að algoritmarnir hjá hlaðvarpsveitunum minni fari ekki að merkja þennan þátt eitthvað furðulega af því að ég segi orðið völva svo skýrt. Now I'm hoping that the algorithms of my podcast platform aren't going to be flagging this episode too directly because of how articulately I'm saying the Icelandic word völva, because it does sound very differently when heard by English listeners. En völva er fornt orð á íslensku og kemur úr eiginlega goðafræðinni okkar, eða allavega frá sömu heimildum og þar sem við finnum mest af upplýsingunum norræna goðafræði. Eitt af mikilvægustu episkum, bókstaflega episkum ljóðum norrænnar goðafræði heitir Völuspá. Það myndi gróflega þýðast sem Sirius's Prophecy. Að spá er to consider eða to prophesize. Og valan þá, eða völvan, er spákona. Eða the seeress. Í ljóðinu er því illa lýst hvað kemur fyrir þennan einstakling sem að verður heltekin. Að vera heltekin, to be hell-taken, væri íslenska leiðin til að lýsa því að verða possessed by a spirit. En völvan, þessi heltekni aðili, heltekna kona, nær að segja til hluti sem ekki voru vitaðir áður, eins og hvernig heimurinn varð til og hvernig heimurinn mun enda. Þannig að í þessu eina episka ljóði er að finna sambærilegan texta og upplýsingar sem væri að finna í 2 bókum kristnu biblíunar sem væri þá The Book of Genesis og The Book of Revelations, sem fjalla tilurð heimsins, the creation of the world, og hvernig hann endar.
tala og völva. Number series. Maybe digital series. Það nokkurn veginn það sem tölva er. Er það ekki? It's basically what a computer is. The digital magician. Því tölvan getur gert hluti og séð hluti og náð að búa til hluti sem að ég sjálfur geti aldrei gert, ekki nema með því að vera með mjög mikla þjálfun og mjög mikinn tíma. Tölvan mín að galdra fram upplýsingar og útreikninga sem ég geti ekki gert bara með því að vinna með þessum tölum. Þessum nullum og einum. Hey, it's me. Sorry, I just wanted to interrupt a little bit. This is probably coming in at a very annoying AI-generated time in the podcast. To tell you that if you want access to the transcript of this episode, then you are able to access that via the Patreon page of the episode. Link in the description. All right, back to the show. Þannig að þegar tölvur urðu til, þá þurftu Íslendingar að reyna að lýsa þessu fyrirbæri út frá hlutum sem við skildum. Við skiljum hvað tala er. Það mjög raunsætt, it's very realistic. Og völva. Mjög galdratengt og óskiljanlegt, óraunsætt. Þannig að við notuðum myndlíkingarmál sem eiginlega segir í sér hversu ómögulegt það er að skýra þennan hlut. Sum tækniorð eru nokkuð góðar myndlíkingar, hugsum eins og the internet. Við þýddum það mjög illa og köllum það internetið í daglegu tali. Interhlutin sem kemur frá latínu, eins og í internal, innrænt, eigum við til á íslensku. En við tölum ekki innræna netið. Við tölum internetið, en netið er nokkuð skýr hugmynd, sérstaklega fyrir veiðimanna þjóð. Þannig að við þess vegna sleppum oft interforskeitinu þegar við tölum netið. Hvað með the World Wide Web, sem skýrir þessa hugmynd að það eru fullt af upplýsingum hér og þar heiminn sem tengjast á nokkuð flókin máta, sem að leitar síður eins og Yahoo og seinna Google náðu að tengja saman á mjög sniðuga máta þannig að þú getur fundið það sem þú vildir. World Wide, wide verandi kannski breiður, ok, en world, það væri heimur eða alheimur, ok. Web, vefur. Við vitum alveg hvað það er að vefa. Við þekkjum það úr dýraríkinu, það sem kóngulær gera og búa til, sem er ástæðan fyrir því að við tölum web á ensku, því þetta kerfi flækist upp og bindst saman eins og kóngulóa vefur. Þannig að við getum þýtt the World Wide Web sem alheims vefurinn. Þannig að það eru til skýrar myndlíkingar og ná einhvern veginn að jarðtengja og náttúrutengja hluti sem að við næðum ekki að skýra sjálf, en við náðum kannski að fatta hvernig það virkar út frá myndlíkingunni. Þegar við förum að nota þessi orð jafn oft og við gerum, þá fara þau að lifa sínu eigin lífi og vefur fer kannski bara að eiga sína eigin merkingu sem eitthvað sem er internets tengt, frekar heldur en bara eins og vefnaðar vara eins og teppi eða kóngulóarvefur. Þannig að hlutir eins og vefsíða
er mjög góð skýring á því sem að webpage er. Og þetta tvennt gengur saman sem myndlíking og þýðing frá máli til máls og lýsir því hvernig vefsíða er eins og blaðsíða úr bók. Því við neytum, we use and consume, hennar eins og þetta væri blaðsíða úr bók. Mér langar að enda þetta með því að telja upp eitt svipað dæmi sem finnst innan enskunnar. Það er að segja hvernig við notum galdramál til að skýra það sem er óskýrandi. Því það sem við náðum að gera þegar við fengum nógu góðar tölvur var að við gátum farið að setja inn upplýsingar sem tengdust hinum ýmsu hlutum og fyrirbærum, eins og til dæmis þróun í hagkerfi, so evolution or development within an economy, eða fyrirbæri eins og veður. Það hefur verið mjög mikilvægt fyrir margar þjóðir og mörg ríki að vita hvernig veður er og hvernig veður gæti orðið í framtíðinni til þess að vera viss að lifa það af að fara kannski hættulegar ferðir. Það væri mikilvægt fyrir breskt eða hollenskt vöruflutningaskip á 19. öld að vita hvernig veðrið gæti verið í marsmánuði þegar þau ætla að sigla frá Amsterdam til Singapore. Og ímyndið ykkur hversu mikilvægt það væri fyrir vanþróað ríki eins og Ísland að vita hvernig veðrið verður eftir 3 eða 4 klukkutíma í janúarmánuði þar sem ekkert vex á jörðinni og eina leiðin til að þorp nái að lifa af er það að veiðimennirnir sem sigla út á sjó til að veiða fisk nái að lifa ferðina af. Þannig að þetta er ótrúlega mikilvægur hlutur að vita og mjög verðmætar upplýsingar. Við gátum farið að nota tölvur til þess að reikna út með líkindareikningum with probability calculations hvernig veðrið geti orðið í framtíðinni. Íslenska heitið fyrir þessu er nokkuð skýrt. Það er veðurspá. Það hljómar kannski nokkuð svona óformlegt ef við hugsum þetta sem a weather consideration, en verður talsvert alvarlegra eða galdrakendara ef við förum að hugsa þetta sem weather forecast, weather prophecy. Ég segi núna weather prophecy eins og það sé bullorð. En hvað heitir það á ensku? Weather forecast. For þýðir þá eins og before, að vita eitthvað áður en eitthvað gerist. You're doing it with foresight. Eitthvað sem er ekki hægt að gera nema með göldurum. Og hver er seinni hlutin á orðinu? Cast. Forecast. Eins og to cast a spell. Enska orðið er alveg jafn galdratengt og sjálf hugmyndin er. Það er að segja hugmyndin að geta vitað hvernig veðrið verður. Að sjá framtíðina. Þetta er kannski eitt dæmi innan enskunnar og nú er ég búin að nefna nokkur dæmi innan íslenskunnar þar sem við reynum að skýra hið óskýranlega með því hreinlega bara að gefast upp og kalla þetta galdra. Nú eru þið að hlusta á þennan þátt út allan heim og þið eruð eflaust með mörg móðurmál. Það er að segja þið hlustendur. Pælið í því hvaða orð finnast í málinu ykkar
sem eru kannski einmitt þetta, eins konar uppgjöf á skýringu á orði og þar sem þið farið hreinlega að tala einfaldan hlut, kannski nýlega uppfinningu eða eitthvað, eins og að það séu galdrar, eins og það sé eitthvað yfirnáttúrulegt sem finnist í orðinu eða er notað til að skýra nýju hugmyndina. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.